Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Hér sem sagt á dagskrá umræða skammtímaleigu í borginni. Og það nú svona ýmislegt sem var til þess að við vildum nú endilega taka þessa umræðu á dagskrá hér. Í fyrsta lagi komið fram frumvarp til laga breytingu á lögum veitingastæði, gististaði og skemmtanahald sem skiptir verulegu máli fyrir borgina. Það liggja fyrir umsagnir, til dæmis umsögn heilbrigðisnefndar Reykjavíkur á frumvarpið. Þar sem bent á ýmis atriði sem allavega ég staldraði við þegar ég las og held að skipti máli að við förum aðeins yfir. Og þetta kveikir líka á fullt af spurningum bara hvað varðar bara borgarskipulag og hvernig maður heyrir þetta auðvitað mjög mikið nefnt af íbúum, hvort að ekki sé komið nóg af því að fólk geti leigt út eignir sínar hvenær sem hvar sem og jafnvel til lengri tíma án þess að það hafi án þess að íbúar hafi neitt það að segja og svo framvegis. Þannig að við þurfum að sjálfsögðu að henda okkur á bólakaf í þessa umræðu og móta okkur skýra svona áætlun hvernig við ætlum að setja viðmið, til dæmis til að skilja hvenær einhver hættumörk, af hvaða mælum ætlum við að lesa. Þú veist, við til dæmis, maður heyrir mjög mikið núna þessa mundir að fólk segir, heyrðu, ekki komið nóg á hótelum. Og sjálfur náttúrulega getur maður nú illa metið það nema þegar einhverjir aðilar eins og bankarnir eða einhverjir aðrir aðilar í greiningum eða bara greiningadeildir eða einhverjir slíkir aðilar taka sér til og setja fram gögn og rök og þá getur maður svona gefið sér og lesið sér til hvernig þróunin Til dæmis ekki talið að það sé bara nægilegt magn af hótelherbyggjum í borginni eins og staðan í dag. Það talið að fjölgun hótelherbyggja hafi ekki orðið jafn hröð og fjölgun erlendra ferðamanna mun koma til með að verða á þessu ári og næstu. Þannig að við vitum alveg að það verður, af því vitum við að það verður ennþá meiri þrýstingur á að finna annars konar gistingu. Og þá erum við að tala að einhver hluti þess að við getum kallað bara heimilafólks nú fari ennþá meira út í ferðamannaleiguna. Og það mikil ástæða til að ræða þetta og fólk spyr bara líka mjög gjarnan þetta og mér finnst einhvern veginn og ég myndi gjarnan vilja bara heyra líka frá meirihlutanum. Kannski hafið þið verið að vinna einhverju sem við ekki vitum, það væri gaman að heyra hvað það eitthvað komið af stað, einhver vinna fann af stað, hvernig til dæmis, hvernig við ætlum að meta þetta. Það væri gaman að heyra hvort að það hafi eitthvað verið rætt eða eitthvað unnið í einhverjum hópnum. Nóg nú á starfshópunum, þannig að kannski einhver að ræða þetta, ég veit það ekki. En svo ég fari nú bara svona aðeins í gegnum málið, svona ítarlegar, þá var þetta frumvarp dagsins ljós fyrir ári síðan eða vorið 2015, fékk nú ekki umræðu og var ennþá unnið allt sumarið 2015 og svo var það lagt fram. Þær breytingar sem snúa að okkur og bara aðalbreytingar þessa frumvarps þær að þeim sem vilja leigja út heimili sín eða íbúðarhúsnæði sitt sem þau að lögheimila í verður frjálst að gera það án þess að þurfa að sækja sérstök starfsleyfi. Það verður nóg að tilkynna að maður vilji leigja á vef sýslumanns, borga fyrir það einhverjar krónur og það þarf ekkert meira til. Það þarf ekki að fara í gegnum eins og ofboðslega miklu
þetta mikla umsóknarferli sem að nú til staðar ef heimagistingu að ræða. Á móti kemur að það verið að setja hömlur á hversu lengi þú mátt leigja út eignina þína og það sett hámark, það sett þak á eftir 90 daga, þá má meir, jafnvel þótt að langflestir þeir sem nú í Reykjavík leigja út sínar eignir gerir það lengur en 90 daga. Það auðvitað að vera einfalda regluverkið og við vitum öll að það hefur svo sem kannski lítið verið hægt að gera hingað til vegna þess að upplýsingarnar hafa bara ekki eftir legið fyrir. Fólk hefur ekki skráð sig með réttum hætti. Það hefur bara svona örugglega ekki bara vilja fara í gegnum þetta flókna umsóknarferli og bara haldið út á markaðinn. Þannig að í raun og veru opinberar upplýsingar fjölda íbúða eru af skornum skammti. Og það auðvitað eitthvað sem þannig að við erum þannig að frumvarpið setur að vissu leyti svona ákveðin skilning til þess að ná þetta fram þeim upplýsingum sem við getum þá unnið með og sett einhverja stefnu út frá, sýnir líka þá skilning að það þurfi aðeins að létta á kröfum þannig að fólk sé tilbúið að gefa upp í raun og veru hvað það ætli að gera í framtíðinni, menn ætlar það að leigja út eða ekki og hversu lengi og hvað. Þetta þurfum við auðvitað að vita. Já, þá ég held ég fari nú ekkert meira, ég get kannski, ég hef sagt frá því að kemur fram í frumvarpinu bara því að mér fannst gaman að lesa sjálfri og ég held að sé gaman fyrir fólk að vita það en í nágrannalöndunum og hefur ýmislegt verið gripið til bragðs. Þar til dæmis í Danmörku það er hort ekki í fjölda daga, heldur í fjölda herbyggja og rúma sem í hverju húsnæði. Það sama upp á teningnum í Svíþjóð en hins vegar til dæmis í London, Katalóníu og Amsterdam hort líka í fjölda daga eða vikna sem að fólki leyfilegt að leigja út. Þannig að þetta allavega, við vitum í raun og veru að það kemur ekki fram af hverju þessar ákvarðanir eru teknar. Það kemur ekki fram, en það svona hort í bara hvað aðrir hafa verið að gera en ekkert hvernig það einhvern veginn, þau tóku sínar ákvarðanir. Þá ætla ég að vinda mér hér yfir í umsögn heilbrigðisnefndar Reykjavíkur sem að sent var til Alþingis og í því kemur fram að það sé heilbrigðisnefndin segir að hún sé ekki viss það að verið sé að einfalda ferlið nógu mikið og þau telji að þrátt fyrir að fólk þurfi ekki lengur rekstrarleyfi þá sé fólk með heimagistingu skráningarskylt og það sé áfram þá einhvern veginn undir eftirliti heilbrigðisnefndanna og það þurfi að gæta þess og ætti að nota tækifærið að létta af þeim því að þurfa að hafa jafn mikið eftirlit og þau hafa haft hingað til. Reyndar kemur fram í frumvarpinu líka, ég bara ekki alveg viss hversu mikið þetta tala saman, að það sé stefnt að ákveðnum lagabreytingum meðal annars lögin hollustuhætti og mengunarvarnir og það. Og þá væntanlega verður tekið tillit til þess sem að starfsfólk heilbrigðisnefndarinnar segir. Svo hér eitt athyglivert sem að þau greina frá í umsögn sinni og það svo ég bara fái að lesa hér beint upp úr umsögninni. Þá segir hér heilbrigðisnefnd Reykjavíkur vill einnig vekja athygli á því að með því að leyfa útleigu íbúða í 90 daga innan nýrra skilgreiningar og heimagistingu farið á móti markmiðum nýs aðalskipulags. En það leyfir aðeins að leigð séð út herbyggi gegn því að heimilismaður búi á staðnum í skilgreindum íbúðabyggðum en ekki heilar íbúðir. Aðeins hægt að leigja út íbúðir á skilgreindum svæðum og við skilgreindar aðalgötur. Því þyrfti að breyta aðalskipulagi Reykjavíkurborgar
til að hægt væri að samþykkja skráningu á hlutagististöðum að tegundinni heimagisting 9 samkvæmt nýju lögunum sem áður voru skilgreindir sem íbúðagisting. Þannig að þetta varðar okkur mjög mikið. Þetta snýst líka að það verður víkkað út, þú getur verið með heimagistingu í 2 eignum, þú þarft að eiga lögheimili í annarri en þú mátt líka, ef þú átt aðra eign, þá máttu leigja hann út þó að samanlagt hámark var gefið 90 daga og svo eru líka skilgreinda stærðir. Þannig að það getur alveg komið upp svo staða að einhver eigi íbúð í Reykjavík sem hann á ekki lögheimili í og hann samkvæmt lögum megi leigja hana út sem heimagistingu og þá veltir maður fyrir sér á aðalskipulagið að grípa þann hóp eða ekki. Hvernig mun þetta virka saman og bara hvernig ætlum við eiginlega að vinna þessar áætlanir? Fyrir utan að bara hvernig ætlum við að vinna, mér finnst að við þurfum að vinna ákveðið lykla, eða bara nei ekki lyklaborð, heldur svona stjórnborð, þar sem við setjum bara niður hvaða vísa, hvaða mælingar ætlum við að vera að skoða reglulega til að bara fylgjast með hvernig hverfið þróast. Eru íbúum að fækka? Barnafjölskyldunum að fækka? Hvernig líður skólahverfum? Er túrismin að hafa það mikil áhrif á hverfin að við ættum að fara að grípa til einhverja aðgerða? Erum við langt frá því núna eða ekki? Nú eins og ég sagði í upphafi, þá er þrýstingur í þannig að það skortur á íbúðum til ferðamanna. Það mun leiða til þess að það fara fleiri íbúðir undir slíka leigu og við þurfum að standa vaktina og við þurfum að gera það strax. Ekki bara bíða eftir því að hlutirnir fari í óefni. Og það eiginlega þess vegna sem við viljum hefja þessa umræðu hér í salnum, vegna sem þetta bara snertir á borginni og auðvitað á borgarbúum sem þurfa líka að fá að vita hvernig Reykjavíkurborg ætlar að taka á þessum málum, bæði upp á bara, það er fullt af fólki búið að fjárfesta í því að geta leigt út eignir sína sem auðvitað sjálfsagt og ég hef ekkert á móti því, en það veit ég að fjöldi margs hefur tekjur á því og það er hluti að bættu atvinnu ástandi, ég er ekkert að segja neitt annað, en þetta þarf samt að vera undir eftirliti og ég myndi gjarnan vilja fá að heyra hvernig fulltrúar meirihlutans sjá fyrir sér að vinna að þessu. Borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það mjög tímabært og ég tek undir með borgarfulltrúanum að ræða heimagistingu og íbúðagistingu. En samhliða verulega auknum ferðamannastraumi hefur mikil aukning átt sér stað bæði heimagistingu og íbúðagistingu. Ég held að það sé rétt að nefna bara strax í upphafi umræðunnar að það er mikilvægt að gera skarpan greinarmun þarna á milli. Og það gert á betri hátt í nýrri löggjöf því að það ekki bara komið fram frumvarp, það búið að samþykkja lög á Alþingi þetta. Heimagisting sem sagt gisting á heimili leigusala gegn endurgjaldi á meðan íbúðagisting gisting gegn endurgjaldi í samþykktu íbúðarhúsna án þess að heimilismaður sé viðstaddur. Það sem reyndar frávik í nýju löggjöfinu með við það sem að ég kemst næst að gildi erlendis að auk þess að leigja frá sér eigið heimili undir formerkjum heimagistingar, þá má leigja út eina íbúð í viðbót. Það alveg rétt eins og hér kom fram að það takmörkun á hvoru tveggja sem takmarkast við 90 daga eða 2 milljónir króna í tekjur og á það við hvoru tveggja. Það sem jákvætt við þessa nálgun að segja má og við höfum stutt og ég hef stutt að þessi 90 daga takmörkun ætti að fela í sér í raun ramma sem stuðlar að því að hina 9 mánuði ársins sé langtíma leigusamninga að ræða, til dæmis við námsmenn sem eru í skóla yfir vetrartíman,
En þar sem að heilbrigðiseftirlitið og heilbrigðisnefndin bendir réttilega á að þá getur verið býsna erfitt að fylgja því eftir. Til dæmis að gera þá kröfu að liggi fyrir þinglýstur leigusamningur eða yfirlýsing eða lögheimilisskráning einhvers hina 9 mánuði ársins eða hvernig á að gera þetta. Það gæti verið, og ég ekki beinlínis að spá því með einhverjum bölbænum, en það gæti verið að það að leyfa útleigu þessari viðbótareign, þar að segja ekki bara eignin sem hún býrði heldur viðbótareign, sé eitthvað sem þurfa að koma til endurskoðunar ef að framkvæmdin eða eftirliti reynist mjög örðugt. Og maður veltir í raun fyrir sér hvaða, að það kemur ekki beinlínis fram hvorki í skýringum með frumvarpinu né neinu öðru, hvers vegna þessi viðbótar íbúð höfð á sömu forsendum á heimagisting, nema að sé þá með þá í huga sem að búa út á landin eiga íbúð í bænum eða þá sem eiga einhvers konar sumarbústaði og vilja leigja þá út. En mér finnst það ekki beinlínis málefnileg sjónarmið vegna þess að þá það ekki heimagisting, þá það heimili númer 2 og við þekkjum það úr miðborgum víða erlendis, til dæmis bara úr Kaupmannahöfn, að það beinlínis lögheimilis skylda á ákveðnum svæðum. Þannig að þetta var heimagistingu. Það sem að eins og jákvætt við skilgreiningu heimagistingar eins og hún og þessi 90 daga mörk sem það að þarna geta þá orðið til einhvers konar langtíma leiguíbúðir á móti ef að það tekst að ná almennilega utan um þetta. Og ég held að sé líka jákvætt að þarna komin konkrét leið með því að skylda fólk til þess að birta svokölluð skráningarnúmer á heimasíðum Airbnb eða annara til þess að svona auka eða stuðla að eftirliti. Það hins vegar alþjóðlegt vandamál. Það alþjóðlegt vandamál að það hafi gengið misvel og ég vil bara beinlínis illa að fá þessar leigumiðlanir, fá þessar heimasíður til þess að spila með og birta slík númer sem eru talin nauðsynleg til þess að sinna eftirliti. Þannig að það verður að koma á daginn hvernig það mun ganga. Í mínum huga greinamunurinn á heimagistingu þar sem einhver býr og að leigja út frá sér í takmarkaðan tíma og íbúðagistingu sem í raun eins og gistiheimilisrekstur nema bara í íbúðum. Greinamunurinn mjög mikilvægur. Hvoru tveggja getur haft rétt á sér en það verður að vera alveg skýrt hvort hvað og það gilda önnur sjónarmið og ólík sjónarmið hvoru tveggja. Ef heimagistingu að ræða þá finnst mér alveg réttlætanlegt að það sé bara skráningarskylda vegna þess að ef þú býrð í húsnæðinu nú þá gætur að því sjálfur vegna þín og þinna að eldvarnir og annað slíkt sé með eðlilegum hætti en ef í raun gistiheimilisrekstur að ræða að þá eiga önnur sjónarmið við og skattlagning verður í raun og á að vera eins og atvinnurekstur sé að ræða og atvinnuhúsnæði. Það vegna samkeppnissjónarmiða, þarna komin í raun gistiheimilarekstur. Mikill gistiheimilarekstur getur farið misvel saman við íbúðahverfi, ýmsu leyti vel en eitthvað getur, einhver mörk geta líka verið. Þannig að það alveg rétt að það ákveðin ákvæði aðalskipulagi sem þarf að lesa saman við þessa nýju löggjöf og fara yfir hvort að það sé nægilega tryggt að hægt sé að fylgja þessu eftir. Og þá hvernig. Við erum búin að vera að kortleggja fasteignagjald og fasteignaskattahliðina á þessu og hvernig staðið að því í dag. Og það margt sem bendir til þess að vegna þess að sára lítið af þessum gististöðum sé réttilega skráð að þá sé borgin að verða af verulegum skattekjum og samkeppnin þar með skekkt. Úr þessu þarf að bæta og það stóri prófstættin á nýju löggjöfina hvort að þessi aðgreining og eftirliti verði í raun og veru betra.
Ég hefði persónulega talið miklu eðlilegra að heilbrigðiseftirlitið og sveitarfélögin önnuðust skráningun og eftirlitið en ekki sýslumenn. Vegna þess að ég held að sé bara betra að það sé á einni hendi, og þá á ég líka við það að rétt eins og bara í bílastæðamálum að sektarheimildirnar væru líka á sveitarstjórnarstiginu. Hugsanlega það eitthvað sem þarf að breyta þegar fram líður, en svona þessu fyrir komið í lögunum eins og það voru samþykkt, að það bæði skráningin og eftirlitið virðist eiga að vera á höndum sýslumanna, þó við vitum að sýslumenn eru mjög misvel og raun bara mjög lítið í stakk búin sýslumannsembættin til þess að fara á vettvang og fylgja þessu eftir, nema þá í gegnum lögreglu sem lögin virðast gera ráð fyrir að sinna því. En lögreglan líka fáliðuð, en það skiptir mjög miklu máli að eftirfylgnin með þessu verði markviss og góð. Hópurinn sem hefur verið að kortleggja eftirlitið hvað varðar skatttekjur að fara að skila af sér, og það gert ráð fyrir því að starfshópur heimagistingu og íbúðagistingu í Reykjavík verði settur á stofn núna til að fylgja eftir lagasetningunni, skoða hvernig við þurfum að búa hnútana í okkur til þess að þetta sé í lagi og markmið löggjafarinnar náist, líka til þess að hægt sé að koma á framfæri ábendingum hvernig þurfum við hugsanlega að gera frekari breytingar á lögum. Heimagisting og deilihagkerfið, að fólk leigi út frá sér og leigi hjá öðrum, jákvætt og gott að mínu mati, en það þarf skýra ramma og það þarf skýra aðgreining á því annars vegar og í raun íbúða útleigu á stórum skala undir formerkjum íbúðagistingar sem mega gilda bara svipaðu rammi og önnur gistiheimili. Þetta stóra verkefnið. Við erum byrjuð þessa vinnu, en það verður töluvert verk að fylgja eftir nýju lögunum líka. Og þar þurfum að koma að ýmis embætti á borginni, við þurfum líka að samlesa þetta við skipulagið og tryggja að þau markmið sem að ég hér greint frá náist. Það hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Það tekur næst til máls borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, hér fer fram umræðan heimagistingu og leiguíbúðir í skammtímaleigu. Þetta auðvitað sitthvort málið en samt mjög tengt. Samkvæmt þessum nýju lögum að þá í rauninni tilkynningarskylt til sýslumanns og heimilt að hafa svokallaðar heimagistingu 90 daga á ári, þar að segja leigja út herbergi þar sem maður hefur lögheimili eða aðra fasteign í sinni eigu sem að hefur væntanlega þátt að vera sumarbústaðir eða eitthvað slíkt. Heimagisting að mörgu leyti mjög sniðugt og hentugt. Hins vegar vitum við það auðvitað öll að vandinn húsnæðisvandinn í dag má meðal annars rekja til aukningar í ferðamannaleigu og Airbnb, og eins og við sjáum í fréttum að þá bara núna síðast í apríl talað að það séu 3000 íbúðir eða herbergi skráðar þar inni. Sumir auðvitað ekkert stórtækir í þessu og að leigja bara út einstök herbergi hjá sér eða jafnvel bara íbúðir meðan að fjölskyldan fer í sumarfrí. En hins vegar það auðvitað staðreynd að aðrir í stórfelldri atvinnustarfsemi að leigja út íbúðir til ferðamanna og hafa jafnvel keypt upp heilu húseignirnar til þess.
eitthvað af þessum íbúðum eru skráðar á Airbnb en aðrar ekki og það er auðvitað mjög erfitt að vera með utanumhald þetta því að þetta eru þessir einstaklingar sem að stunda þessi atvinnustarfsemi eða félögin sem að sjá þetta sjálft og þetta fer í rauninni ekki gegnum þannig eitt eða neitt nema þá sumstaðar þetta jafnvel bara samhliða öðrum gistihúsarekstri og hótelrekstri hjá aðilum. Það þarf auðvitað að auka eftirlitið og það er auðvitað mjög mikilvægt að það sé fylgst með húsnæðismarkaðnum á hverjum tíma og meðal annars að Reykjavíkurborg fylgist með því hvað er til dæmis að gerast þessar byggingar sem hefur verið byggt núna síðustu árin og verða byggt núna næstu árin, hvað er mikið af þessum íbúðum í rauninni ætlaðar til langtímaleigu eða til sölu og ég tel að Reykjavíkurborg eigi að kortleggja það og fylgjast mjög grannt með því. Því að það var í fréttum núna minnum í mars það sem að var fjallað það að ein nýbygging í Reykjavík þar sem að væru tæplega 150 íbúðir að það væri einungis 1/3 sem væri með lögheimili í því húsnæði en 2/3 hlutar væru ekki einstaklingar með lögheimiliðar. Þannig að stór hluti íbúðana þar væru til skammtímaleigu fyrir ferðamenn og einnig voru eitthvað íbúðunum skráðar eða eitthvað sem stéttarfélög áttu. Þannig ég tel mjög mikilvægt að Reykjavíkurborg fylgist með þessu sérstaklega. Þessar nýbyggingar sem verið að byggja, hvers konar til hvers þessar íbúðir eru notaðar og ég tel það vera skyldu okkar að fylgjast vel með þessu því það er auðvitað einn vandinn sem hefur verið á húsnæðismarkaðnum það hvað litlar upplýsingar hafa oft verið í gegnum tíðina og lítið eftirlit og lítið fylgst með þrátt fyrir að það hefur oft verið svona eins og í lögum íbúðalánasjóðs að það eigi sérstaklega að fylgjast með markaðnum og fylgjast með þessu öllu saman að þá það bara staðreynd að það hefur ekki verið gert. Og ég tel mikilvægt fyrst að verið að stofna þennan starfshóp sem að borgarstjóri minntist á að það verði sérstaklega fylgst með því hvort til dæmis 5 ára aftur í tíman og þær íbúðir sem að verður byggðar núna á næstunni í hvað fara þessar íbúðir? Þetta leiguíbúðir til langtímaleigu, þetta búseturéttar íbúðir, þetta íbúðir til sölu, fólk með lögheimili í þessum íbúðum og svo framvegis. Þannig ég tel mjög mikilvægt að þetta verði sett sem hluti af verksviði þessa starfshóps. Ég sá það að Bifröst hafði gert skýrslu haustið 2015 þar sem að framkoma 4% allra íbúða í Reykjavík væru í útleigu til ferðamanna og þá voru skráð 1900 herbergi og íbúðir í Reykjavík á Airbnb. Núna í apríl sá ég einhvers staðar í fréttum að það væri 3000 þannig að við vitum það alveg að þetta er mikill fjöldi. Varðandi þessa atvinnustarfsemi að vera að leigja út í rauninni íbúðir í fjölögnahúsum fyrir ferðamenn eins og við þekkjum niðurstöðu héraðsdóms í 101 skuggamálinu þar sem að kemur alveg skýrt fram í því máli að það þarf samþykki allra eiganda í húsinu. Það er að segja í því tilviki sem á auðvitað ekki við öll tilvik en þar kom skýrt fram að var að ræða útleigu íbúða til ferðamanna til skamms tíma. Þar hefur verið stofnað sérstakt einkahlutafélag starfsemina og álagning fasteignagjalda miðaðist við atvinnuhúsnæði væri að ræða. Þannig að þessi dómur, þetta mál, ég veit ekki hvort að því var áfrýjað til Hæstaréttar en mér finnst það nú líklegt þar sem þetta er svona fyrsta málið sem hefur reynt á fyrir dómstólum beitingu eða túlkun 27. grein félögum að þá liggur alveg ljóst fyrir að ef að sama niðurstaða verður í Hæstarétti og þar að segja málinu var áfrýjað þangað þá í rauninni þarf samþykki meðeiganda í fjölögnahúsum ef að félög eru í slíkri atvinnustarfsemi þar að segja að leigja íbúðir til ferðamanna.
En ég held í rauninni að við sáum það nýlega líka í fréttum að Reykjanesbær hafði verið að fylgjast með þessum íbúðum. Það bæði skatturinn og lögreglan fór á staðinn og ég tel að það sé ábyrgðarhluti af Reykjavíkurborg og nauðsynlegt að borgin fylgist vel með og kortleggi þetta allt saman. Því það er til lítils að vera að byggja húsnæði í borginni ef að það er síðan bara lítill hluti af húsnæðinu sem ætlaður er til langtíma búsetu. Meiri hlutin á eingöngu að vera til þess að vera atvinnuhúsnæði í rauninni sem er tengist ferðamannabransanum en ekki fyrir Reykvíkinga til þess að búa í. Þannig ég held í rauninni að það þarf að vera alveg skýrt og það þarf að hafa gott eftirlit. Það er ekkert þannig utanumhald þetta. Það getur verið erfitt að komast að þessu en þetta er nauðsynlegt. Það þarf bara að finna leiðir til þess að fylgjast með því, bæði það sem hefur verið byggt núna undanfarið og það sem að verður byggt núna á næstunni. Er þetta húsnæði eingöngu til útleigu ferðamanna að einhverju leyti eða öllu, eða eru þetta íbúðir sem að verður gert ráð fyrir að fólk búi í til langframa? Það hefur borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti og borgarstjórn, það er nú svo sem mjög margt komið fram í því sem að hér hefur verið sagt í ágætis erindum og en það var spurt hvað borgin var að gera og kannski var spurningun aðalega beint að því leyti til umhverfis- og skipulagssviðs og umhverfis- og skipulagsráðs og þá er það þannig að kannski fyrsta lagi varðandi þessi nýju lög að þá má segja að það var umsögn umhverfis- og skipulagssviðs eða skrifstofustjóra umhverfis- og skipulagssviðs gagnvart þessu lögum var á endanum tiltölulega jákvæð og að því að þarna var við ákveðin vandað etja og þessi nýja skilgreining á heimagistingu og hvernig það er allt saman höndlað er alveg örugglega framfaraskref. Það gerir rauninni bæði auðveldara en jafnframt felur þetta í sér hvata til þess að vera ekki með þessa hluti svart og ef að til að mynda þeir sem að eru með þetta skráð hjá sýslumanni virða síðan ekki þessar takmarkanir, þessar 90 daga, að þá er þar heimild hjá sýslumanni til þess að bæði sekta og síðan að hafna umsókn heimagistingu næsta ár. Þannig að þetta fyrirkomulag er ábyggilega til mikilla bóta. Ég tek undir það sem mér fannst ég aðeins þeirra hjá borgarstjóra, það er kannski spurning og kannski eftir að koma í ljós af hverju það er líka heimild fyrir að eiga aðra íbúð og maður svona sér fyrir sér að það veri kannski hægt að finna einhverja smugur svona á vissan hátt til að misnota það en þó er náttúrulega þessi 90 daga takmörk ættu þó að koma í veg fyrir það að það veri gert í stórum stíl. Þessar breytingar að það fela það í sér að þetta sem að er kallað gistiflokkur 1 og það hefur verið kallað heimagisting er sem sagt núna skilgreint þannig að einstaklingum verði heimilt að starfrækja heimagistingu ef þeir hafa skráð sig á vefsæði sýslumanns eða á sameiginlega vefsæði Vefgátt en lögaðilum verður ekki heimilt að skrá sig í þennan flokk. Og
lögaðilar þurfa þá að sækja sína gistihúsastarfsemi sem atvinnustarfsemi og borga þá samsvarandi skatta og gjöld. Heilbrigðiseftirlitið, eins og hefur komið fram, að það hefur nokkrar athugasemdir við þetta og ekki að fullu sannfært að þetta sé öllu leyti til bóta. Ég ætla ekki að rekja það nákvæmlega, það liggur fyrir umsögn heilbrigðiseftirlitsins, en það meðal annars bent á það að það mikilvægt að ráða bót á því ónæði sem að margir verða fyrir í hverfum borgarinnar, í fjölbýlishúsum, vegna stöðurar umferðar ferðamanna. Og í því samhengi það örugglega mikið fagnaðarefni fyrir alla þá sem eiga slíkra hagsmuna gæta. Það þessi dómur sem var minnst á hér áðan, sem var felldur í héraðsdómi það að þau þurfa að leita í fjölbýlishúsum, þurfa að leita samþykki allra íbúa til að fá það samþykkt að tiltekin íbúða, tilteknar íbúðir séu reknar sem gististaðir. Það ljóst að borgin þarf að endurskoða kafla gististarfsemi í aðalskipulaginu vegna þessara nýju laga og það einfaldlega vegna þessara nýju skilgreiningar og það svona ákveðin hætta á því að á næstu mánuðum muni það gerast að það fara af stað mikið flóð af umsóknum heimagistingu, af því að það kemur fram í lögunum að þegar samþykkt heimagisting að hún verði ekki gerð afturvirk og þess vegna tel ég að það þurfi í alvöruna að athuga einhverjar leiðir til þess að koma í veg fyrir að sá frestur sem að fólk fær verði ekki misnotað. Og ég veit ekki alveg hvað svona leiðir eru stjórnsýslulega tækar og hvað telst vera svona góð og sanngjörn stjórnsýsla í því sambandi, en ég nefni þetta því að þetta eitt af því sem borgin þarf að íhuga rækilega núna næstu vikur. En ég held reyndar að endurskoðun á þessum köflum eða málsgreinum ætti maður næstum að segja í aðalskipulaginu sé reyndar mjög ágætt og nauðsynleg, af því að þó að aðalskipulagið sé eiginlega alveg splunkunýtt, 2 ára gamalt, að þá hafa orðið svo ótrúlega mikla breytingar allra síðustu misserin. Það tók 6 ár að vinna þetta aðalskipulag, það fór á stað 2008 eða 2009 og í rauninni tæplega áratug þá hefur þetta samfélag okkar algjörlega gjörbreyst. Og ég þarf ekki að orðlengja það hvernig það hefur gerst, við verðum vör við á hverjum einasta degi, að flestu leyti hefur þetta breyst til mikilla bóta. En þess vegna það svo að það hefur komið í ljós að ákveðnir þættir í aðalskipulaginu sem að varða veitingastaði, sem að varða gistihús, eru á vissan hátt úrelt. Alveg eins og þessi löggjöf var úrelt. Ég held að ákvæðið heimagistingu hafi verið sniðið að bændagistingu sem að fór á stað að tala svona krafti fyrir svona 30 árum. Og fól það í sér að það mátti leigja út 8 herbergi með 16 rúmum og bara þessar tölur sýna einhvern veginn að þetta ekki svona kannski alveg svona venjulegt og eðlilegt að hafa slíkar heimildir inn í þéttbýlum borgum í viðkvæmu nágrenni. Annars það svo að í aðalskipulaginu eru reyndar mjög mikilvæg ákvæði sem að vernda íbúa fyrir til að mynda hótel, að það byggist upp hótel inn í íbúðahverfunum. Það má ekki lengur byggja hótel inn í íbúðahverfum. Það búið að takmarka það sem mjög mikið við ákveðnar aðalgötur og hverfiskjarna og borgargötur
Í dag mætti til dæmis ekki byggja Hótel Holt, eins og það er nú frábært hótel, en það verður ekki hægt. Þannig það er búið að takmarka það verulega. Og þar að auki, eins og allir vita eiginlega og örugglega sem hafa fylgst með þessum málum, borgin hefur sett takmarkanir á hóteluppbyggingu í Kvosinni miðað við að það verði 23% af byggðum fermetrum. Og opinber stefna hefur verið sú að ýta hóteluppbygginguna austur á við, upp á Hlemm og síðan austur með Suðurlandsbraut, og það gengur alveg ágætlega. Núna eru burðarliðnum 2 hótel við Grensásveg, þeir eru vinsælu Borgargötu, og við þekkjum líka hóteluppbygginguna við Hlemm og næsta nágrenni. Ég nefni þetta því að eitt af því sem hefur komið í ljós til að mynda í þessari skýrslu sem var gerð á Bifröst er það að ferðamönnum hefur fjölgað miklu meira heldur en hótelherbergjum. Mig minnir á árunum 2010 til 2014 hafi ferðamönnum fjölgað 100% en hótelherbergjum í Reykjavík aðeins 29%. Og þetta þýðir auðvitað það fyrstulega reyndar þýðir þetta það að nýting á hótelherbyggjum í Reykjavík nánast heimsmet, hún næstu 90%, 85%, og slík nýting þekkist held í hvergi nokkurs staðar annars staðar í veröldinni, sem frábært. En auðvitað þýðir þetta líka það að þeir sem komast ekki inn á hótel eða kjósa að fara ekki inn í hótelherbyggi, þeir eru að leita í þessi íbúðagistingu, og þess vegna eru mjög góð rök að setja kraft í uppbyggingu hótela austur á við, upp með þéttingarásnum, samgönguásnum sem við bindum svo miklar vonir við. Að öðru leyti er mikilvægt að hafa það líka í huga, því að ég verð að viðurkenna það að mér ekki alveg ljóst, þessi lögin hérna núna heimagistingun eru mjög mikilvæg, en íbúðargisting annað, eins og borgarstjóri sagði, og það kannski ákveðin hætta á því að heilu göturnar í gömlu bæjarhlutunum, að þar séu íbúðarhús keypt upp í stórum stíl og breytt í íbúðargistingu, það má ekki heita hótel. Þannig að það getur verið að þar séu ennþá einhver svona grásvæði sem að þarf að skoða betur. Það má þó segja það að það allavega einn plús við íbúðagistingu eða heimagistingu, og hann sá að ef að nú þessi túristabylgja hjaðnar eða springur, dregst mikið saman, að þá eru þó þarna íbúðir og verða til áfram sem að þeir hér búa og starfa geta notað áfram þegar túristarnir eru farnir. Það hins vegar erfiðar að aðlaga hús sem eru hönnuð sem stór hótel til þess að verða íbúðir, en vonandi verður hægt að nýta þau samt ef til þess kemur að það kemur mikið bakslag í ferðamennskuna. En allavega þessi lög sem við erum að fjalla hér, eða sem nú svona lykilatriði í þessari umfjöllun, þau eru örugglega framför og dálítið mikilvæg akkúrat núna. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, og þá tekur Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mér langaði bara, eins og margir hér, að þakka fyrir þessa umræðu sem að skiptir borgarbúa og borgina í heild mjög miklu máli.
og það okkar hlutverk hér að reyna að svona rýna í framtíðina og reyna að vera fyrir til og taka þær ákvarðanir sem að gætu verið til góðs frekar en ekki í staðinn fyrir að vera svona hlíðalínunni og bíða þess sem verða vill. Það svona þessu umræði kannski skrítin að því leytinu til að þetta eru ný lög frá Alþingi kannski ekki beint hér á okkar borði eða það sem var vel gert eða ekki nú vel gert í því, en það breytir því ekki að hér óbúslega mikið hagsmunamál fyrir borgarbúa að ræða og því eðlilegt að við tökum þessa umræðu og reynum svona saman að rýna í það sem að við kannski ætti betur að hafa skoðanir á þó að væri ekki nema þá til þess að vera þá hagsmunaaðilar eða þá lobbyistar fyrir borgarbúa ef við til dæmis erum sammála að þurfum kannski að breyta einhverju í þessum lögum og svo framvegis. Þannig að þessi umræða mjög mikilvæg og hefur marga vinkla. Ég ætla nú að forðast að endurtaka margt það ágæta sem hefur þegar komið fram. Mér langaði kannski örstutt að fara út í að í febrúar þessu ári þá lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði fram fyrirspurn varðandi hvernig hvort að meirihlutinn eða hvernig skipulagið væri að hugsa sér framtíðarmúsík varðandi kvótasetningar og vorum þá að spyrjast fyrir varðandi að núna eins og við þekkjum kvóti og hótel í Kvosinni og við vorum svona að velta fyrir okkur hvort að verður ráðgerð einhverju fleiri kvótar bara í miðborginni almennt og mögulega í nær umhverfi miðborgarinnar þá eins og í Hlíðunum og í Vesturbænum og svo framvegis og hvort það væri almennt verið að skoða einhvers svona kvótapælingar því að eins og við vitum öll þá hafa borgarbúar bæði af þessu áhyggjur og þó að maður skynjar að sumt kannski í umræðunni kannski ekki alveg við kannski rök að styðjast þá annað aldeilis eitthvað sem við þurfum að leggja við hlustir Við vitum að besta dæmi til með skynjum fólks að hér séu allt of mikið af hótelum meðan tölurnar segja okkur að það sé í rauninni enn allt of lítið af hótelum og þess vegna erum við í þeirri stöðu að leita lausna, reyna að finna þennan meðalveg á milli þess að vera hérna túristaborg einhvers konar, án þess þó að Disney væðina of mikið versus ef maður slettir íbúar í borginni sem vilja gjarnan bara halda sinni borg sem mestri íbúabyggð eins og hægt Við fengum svar á sínum tíma þar sem mitt segir með leyfi forseta í almennum markmiðum miðborgina meðal annars lögð áhersla á fjölbreytni hennar í mannlífi og starfsemi og mikilvægt þess að vernda hverfis miðborgina. Það miðborg íbúa aðalgerði svæðum. Á grundvalli þessara markmiða voru settir nýjir skilmálar í deiliskipulag Kvosarinnar. Sambærilega kvóta mætti setja í deiliskipulag fleiri svæða innan miðborgarinnar. Ég held eins og þetta auðvitað gott og gilt, þá umræða kvóta alltaf pínu erfið og hættuleg og í þessu tilviki svona fljótt að sjá hvaða meinbugir væri til dæmis á því. Það til dæmis þeir sem eru bara fljótastir alltaf að hugsa og það fyrstu kemur, fyrstu fær eða það alltaf þessi eini í götunni sem einhvern veginn alltaf undan öllum hinum en hinn einhvern veginn bara ennþá sofandi eða eitthvað og fær allt og meðan hinni sitja eftir sem ekki eitthvað sem maður endilega æstur í að vilja stuðla að. En hins vegar vill maður einhvern veginn mæta þessu einhvern veginn og það sem ég myndi telja hafi breyst frá því að við lögum fram þessa fyrirspurn og fengum þetta ágæta svar frá skipulagssviðinu að með nýjum lögum í rauninni búið að setja ákveðin kvóta en bara í dögum talið. Þannig að maður getur ímyndað sér að það sé kannski minni ástæða til þess að hugsa út í annars konar kvótasetningu þar sem lögin eru takmarkandi í sjálfu sér. Að því sögðu þá þrátt fyrir að það ekki við nokkurn mann hér að sakast eða kannski bara við engan að sakast almennt að þá finn ég hef örlitlar áhyggjur af því hvað frumvarpið setur samt svolítið miklar hömlur á hvernig þetta á að ganga fyrir sig. Og eitt með 90 dagana sem ég held að sé svo sem í lagi og kannski svona eðlilegt að við erum að reyna að halda meiri hluta húsnæðis í bara venjulegri íbúðabyggð og ég held að það kallist á við óskir íbúa almennt hvað það varðar. Hins vegar maður verður maður pínlítið hugsi við því að sé ekki gerður neinn greinamunur á litlum íbúðum og stórum íbúðum hvað varðar hvað mátt afla í tekna af þessum íbúðum. Það hins vegar bara miðað við eina heildarsummu á ári og það algjörlega bursi frá því hvers konar
íbúðir er að ræða og ég bara bið að vera leiðrétt ef þetta er ekki rétt hjá mér en þetta er sem sagt það sem ég las út úr frumvarpinu og fréttaflutningi þetta og þá hugsa maður sér aðeins sitt því að það er þá augljóst að það eru þá í rauninni litlu íbúðirnar sem að rukka þá almennt minna fyrir leigu af sínum íbúðum sem verða þá hlutfallslega með fleiri daga á móti og þá aftur kemur upp vangavelta því að það er einmitt stærra húsnæði sem það kannski frekar í aðeins í úthverfunum, þar sem er meira einbýlishúsin, þar sem er hægt að leigja út einbýlishúsin fyrir bara dágóða peninga og það sem þar er að sú gisting er eiginlega bara engum til ama. Þannig að ég hef pínu ágjörð af því að þetta frumvarp sé í rauninni að ýta undir með að kvótinn sé bara eða hámarkið sé bara í krónutölubussi frá hvort litlar eða stóra íbúðir sé að ræða að þá er í rauninni við erum að fjölga nóttum og dögum í litlu íbúðunum áður nú komin upp í kvótan en hamla stóru húsunum sem eru samt minna vandamál. Þannig að ég tel að við ættum að skoða þetta því að við vitum að mesti þrýstingur og mest álagið er hérna í grónu viðkvæmu eldri hverfunum þar sem að íbúðirnir eru hlutfallslega minni en munu augljóslega hlutfallslega hafa meiri nætur í boði áður en það er komið upp í þetta þak. Varðandi það almennt að þá er líka alltaf spurning af hverju það þurfti að hafa kvóta á peningana. Var kvótinn í dögum talið bara ekki nóg? Því að leiguð þök, sama hvernig þau líta út, eru aldrei neitt sérstaklega góð hugmynd. Og það er ekkert sérstaklega góð hugmynd að það sé endilega verið búið að stýra því hvað nóttin hér á að kosta. Sérstaklega fyrst að við erum með varnaglan hinum megin að þetta megi ekki fara yfir 90 daga. Ég held að það verið miklu eðlilegri mælikvarði og við höfum fært þetta kannski að halda okkur þar fyrir utan það hvað það mögulega ýtir bæði undir svarta starfsemi eins og við þekkjum og mögulega að þetta sem á að koma sem valkostur til þess að svona tappa af þessum þrýstingi valdi því mögulega að þú ert að þéna það lítið, að þú ert svo fljótur upp í þessa milljón að þá er líklega að þú fari bara út í kannski almennan gistirekstur og þá má spyrja sig hvort að það sé það sem er endilega í þágu borgarinnar. Þannig eins og ég segi, ég hef áhyggjur af því að þessi 90 dagar verði ekki endilega nýttir út af því að peningarnir eru of stífir í leiguþakinu og við séum að auka vandann þar sem hann er vestur og taka þrýstinginn þar sem vandinn er minnstur. Þannig að ég bara þakka fyrir þessu umræðu. Ég tel að við eigum að vera eiginlega bara í forgöngu í umræðu þessu máli. Hagsmunaaðilarnir eru Reykvíkingar allra mest í allri þessari umræðu. Þannig að við eigum að taka þessu umræðu í fangi og bera hana áfram og bara þakka fyrir það. Takk. Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá er Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla bara að þakka kærlega fyrir þá umræðu sem varð hér þessi mál sem ég held að sé mjög mikilvægt að við svona, ræðum okkur í gegnum bæði öll hér og svo finnum einhvern farveg þar sem við getum einhvern veginn fara að setja einhvern ramma utan hvernig við ætlum að vinna þetta. Mér fannst mjög gott að heyra það sem að fólk laði hér til málana og langar bara að taka undir með borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttir. Ég held jafnvel samt að við hér, borgarfulltrúar Reykjavíkurborgar, þurfum svolítið að reyna að meta hvaða áhrif þetta mun hafa. Ég meina það verður geðveikislega mikil þrýstingur, sko að því að núna meirihluti þeirra sem að leigja út íbúðirnar sínar í heimagistingu að leigja meira en 90 daga. Þannig að þú veist, þetta verður, hvað segir maður, það verður tekjumissir hjá þeim sem eru að nýta kerfi núna með það sem liggur fyrir. Það þýðir að hugsanlega þrýstingur yfir þá með íbúðirnar inn í íbúðagistingahlutan og það sem við viljum. Þannig að nú húsnæðisvandinn í borginni ekkert smá mikill og við megum ekki við því að auka meira og við þyrftum að ræða okkur alveg niður á það hvernig við ætlum að bregðast við.
og hvort að við eigum að jafnvel að skoða hvort þetta sé takmarkandi, þó þetta sé eins og ég tek undir með borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni, þó þetta sé skrifið rétt átt, þá getur þetta samt, þetta getur alveg verið haft meiri áhrif en okkur grunar. Þannig að ég fagna því að við höfum rætt þetta og ég bara, svo sem kannski eftir þessar umræður get ekki sagt, sko, ég veit alveg skýrlega hvernig við ætlum að vinna þetta, en ég vona allavega fulltrúar í umhverfis- og skipulagsráði taki þá kannski forystu að koma þessu inn í einhvern ramma eða farveg eða hvað sem á að kalla það, og svo auðvitað verði borgarráð og borgarstjórn þá bara í hörðu eftirliti. Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúar áskilja sér rétt til bókana. Umræðum þennan lið lokið og við gerum 25 mínútna matarhlé.